Já, Þorbergur, Súlur Vertical, þið eruð að byggja það hlaup upp. Hvernig gekk hlaupið í fyrra til dæmis? Það gekk alveg svakalega vel í fyrra. Við fengum náttúrulega alveg rosalega fallegt veður og sól og blíða og mikil stemming og það svona var bara allt sem gekk bara, já, þetta var eiginlega til fyrirmyndar, þannig séð, bara mikil stemming í brautinni. Já. Drykkjastöðum og fólk að koma og hvetja niður í bæ og svo vorum við vorum með live vídeo af þessu sem að gera þetta svolítið svona skemmtilegra líka. Já. Hlaupið í ár, nú þið náttúrulega stefnið að því að gera bara enn betur í ár og fjölga og hafa þetta skemmtilegt. Hvernig svona stendur það dæmi núna? Sko, almennt aðeins bara minni eftirspurn eftir hlaupum í ár allstaðar en við erum samt að verða komið með fleiri þátttakendur núna heldur en hlaupu í fyrra. Við erum komið með hátt í, ég held að sé 450 manns núna og svo á veðrið spilar það rosalega inn í sko, þannig að hvort við fáum góða skráningu bara rétt fyrir hlaup. En við erum bara nokkuð sátt og það væri gaman ef við getum náð þessu upp í hátt í 600 keppendur. Já, einhverja nýjungar sem þið eru með? Já, við ætlum að vera með krakkahlaup núna, sérst á föstudeginum fyrir hlaupið okkar. Við erum með nokkra flokka þar, 4 flokka og pilsur og svalar og svona eitthvað skemmtilegheit, þannig að fólk sem að koma í bæinn getur komið með krakkana sína að hlaupa og það verður í Kjarnaskógi. Já, hvað langt? Það verða mismunandi vegalengdir eftir þetta alveg niður í 4 ára krakka. Já, já. Og alveg upp í 16, þannig að það eru mismunandi vegalengdir, en þetta aldrei neinar þannig vegalengdir, bara svona koma og vera með og hlaupa. Já, já. Hvernig með aðgengi svona fyrir þá sem vilja fylgjast með hlaupinu, er þið með einhverja staði sérstaka fyrir það? Já, það er nefnilega rosalega gott aðgengi til þess að fylgjast með hlaupinu, eins og til dæmis á Súlu bílastæði, þar sem að vegalengdin að koma til dæmis 55 km vegalengdin kemur þarna tvisvar og 28 km hlaupið okkar, það kemur tvisvar og þarna það er gaman að sjá svona svipriðin á fólkinu sem að hlaupa og stemminguna, þannig ég mæli með að fólk komi þangað og kíki eða til dæmis á háskólasvæðinu þar sem að frisbeegolfið það er mjög gott að koma og horfa þar, fallega líka, fallektar og við Fallorkuvirkjun til dæmis, gott að það eru svona lítil drykkjastöð þar, gott að koma og skoða þar. Já. Og bara hvetja. Já, nú þú hlaupið þetta sjálfur, geturðu sagt mér bara hvað er svona skemmtilegast á þessari leið sko, þetta er náttúrulega nokkra vegalengdir en svona hvað myndirðu svona segja að væri svona að stæða upp úr með þetta hlaup? Sko, þetta er eiginlega tvennt, það er bæði þá að við erum náttúrulega með sko bæði svona bara bæjarstemmingu, þú endar í miðbæ Akureyrar og farð þessa rosa stemmingu þar en svo líka ferð upp á svo svakalega toppa og fjöll og ert svo mikið í bara náttúrunni þar sem það er enginn bara lengst upp á fjöllum þar sem það er ekkert nema bara, rosalegt útsýni þannig þetta er svona stangast rosalega á, hleypur yfir jökul til dæmis það er ekki á mörgum stöðum á Íslandi sem átt að gera það. Þannig að þetta er bæði þessi rosalega náttúra og svo líka að fá alla þessa stemmingu sem myndi fá bara í venjulegu maraþoni. Já, og hvetur alla til þess að mæta? Það sjálfsögðu bara, allir að skrá sig. Við erum með 18 km hlaup og það ætti flestir að ráða við það. Flottir, takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.